Þetta er náttúrulega snúin spurning, en það er til eitt einfalt svar og það er það bara að það var aldrei nein fyrsta kona eða fyrsti maður. Það er eiginlega ekki hægt að skilgreina eða afmarka þetta. Hver var fyrsta konan eða fyrsti maðurinn? Fyrsta konan eða fyrsti einstaklingurinn sem til, við erum að tala um tegundina maður, tegundina homo sapiens eins og við kallum það á fræðimálinu. Hver var fyrsti einstaklingurinn af þeirri tegund, þyrftum við þá að spyrja. En það er mjög eiginlega tegundir verða til samkvæmt þróunarkenningunni með ákveðnum hætti og það gerist hægt, gerist í mörgum litlum skrefum, gerist í stökkbreytingum. Það er þannig að það er einhver hópur, hérna stofn sem er kallað í líffræðinni og hann þróast og svo einhver tímann getum við kannski sagt já, nú er tegundin maður orðin til, en þá er það sem sagt í raun og veru ákveðin stofn sem að við segjum það það er ákveðin, en það er ekki einstaklingur. Og til dæmis að þá er þarna kemur inn sem sagt, eins og sagði, stökkbreytingar og náttúruval sem kallað eða sem er það að eiginlega hæfustu einstaklingarnir veljast úr miðað við þær aðstæður sem þá ríkja og stökkbreytingarna sem leiða til þess þar mega ekki vera á miklar því þá það einstaklingin einmitt ófrjóir og tegund það sem sagt hópur eða stofn sem er þannig að einstaklingarnir innan hans geta átt frjó afkvæmi innbyrðis. Karlar og konur eða karlkyns og kvenkyns dýr eða hvað það geta sem sagt átt frjó afkvæmi, í þessum stofni geta átt frjó afkvæmi en þau geta ekki átt það með dýrum eða einstaklingum eða öðrum tegundum. En það verða svona margar stökkbreytingar og það er mjög erfitt að segja um það. Það er talið að nútíma maðurinn sem tegund hafi orðið til fyrir 130.000 árum. Það er löngu áður en að sögur hófust, löngu áður en við höfum neitt skrifað eða neitt slíkt. En jafnvel þó við gætum hugsað okkur að við höfum svona einhvern veginn sendt einhvern mann, einhvern svona tímavél þarna aftur í tíman og horft á þetta, þá hefðum við, og tekið upp einhvers svona kvikmynd eða eitthvað slíkt, þá hefðum við aldrei getað sagt, já þarna þetta er fyrsti maðurinn. Það gengur ekki þannig fyrir sig, þetta er svo flókið. Þetta er svona svolítið svipað því sem að ef við hugsaum til dæmis sandhrúgu, hugsaum okkur að við séum með sandpoka og við hellum sandi hérna á borðið. Hvenær verður þessi sandur að hrúgu? Hvaða sandkorn er það sem breytir því að þetta sem sandurinn hérna á borðinu breytist í það að vera hrúga? Og það er auðvitað ekki heldur hægt að svara því. Þetta er svona mjög skylt. Þannig að því miður, við getum bara ekki sagt hvernig fyrsta konan eða hvenær fyrsta konan eða fyrsti maðurinn urðu til.